Herru, þú bara góða. Yes sir. Já, gæri hlustandi, það er 15 lótan morgunþátturinn, 15 lótan, klukkan 8 mínútur yfir 8 á fallegum þriðjudegi, live á YouTube. Biggi, 15 lótan in the morning. Þetta er nýja slagorðið okkar. Hvernig var helgin þín annars? Bara góð sko. Man er bara búin að vera eitthvað veikur og eitthvað, en ég sé að þín hefur verið skemmtileg. Mikil útivera. Mikil útivera. Ég fór upp á Jökul helgina og það litla sem ég brann í smettinu fyrir þá sem er að horfa live þá skal ég gefa ykkur eitt svona fallit bros í myndavélina. Mjög gaman. Lítur út fyrir eins og það hafi verið lamin líka. Já, því svo bólgin. Já. Ég sem sagt fór upp á Jökul og ég sem sagt fór upp á Jökul í eitthvað svona, þetta átti að vera svona jöklaferð upp á Snæfellsjökul. Ég var búin að bóka, ég var eitthvað, við vorum í UFC London. Það var ég að bóka þessa ferð, geðið upptekinn eitthvað og misti af öllum fæturinn sem var að labba framhjá á hótelinu. Allavega, smá side story. En ég bókaði þessa ferð, svo komst ég ekki í ferðina sem ég hefði bókað, fekk að frestinni og fara í svona hægferð upp á Snæfellsjökul með fullt af gömlu fólki. Og það tók einhverju litla 8 eða 9 klukkutíma að drösla þessu gamla fólki og mér upp á Snæfellsjökul, upp á toppinn. Og ég var ekki með sólavörd í andlinu. En það vist bara allir með sólavörd þegar þeir fara upp á Jökul. Og ég fekk ekki memóið það. Og eftir þess að 8-9 klukkutíma upp á Jökli kem ég niður og ég bara, þú veist, það er bara síður í andlinu. Og ég er bara bólginn undir augunum og það er bara eins og sem grímu, sko. Ég er bara með svona... Saklegt. Já, ég hef ekki verið með að við, sko, orður úr mínum munni. Já. Treystu mér, ég hef ekki verið jafn astanlegur ever. Það má deilum það. Það má deilum það, sko. Það er erfið, sko. Þetta kemst allan á listan, sko. Þetta er topp. Þetta brunasystem sem er í gangi núna er svona topp 5 verstu momentin. Er þetta næst að vera komið kaffi hérna í morgunþáttum 15 lótna? Já, þetta er nauðsynlegt, sko. Ekki? Jú, ég var nýbúinn að opna Monster þegar þú kemur einhvern dröslandi kaffibílinn upp, sko. En þetta er nauðsynlegt, sko. Ekki? Ég get alveg gúttur það að við byrjum bara að hella upp á könnuna, sko. Já, einmitt. Svo getur bara verið með hitabrúsa og eitthvað. Já. Það hljómar vel. Herru, ég er búinn að vera að endurhugsa stúdíóið okkar aðeins í hugunum. Hvort ég að hafa borð eða færa þessa gardínu aðeins lengra að vegnum og vera bara með svona sófastemningu. Kannski svona eitt tækisætti sófa. Það væri bara svona Gísli Marteinn stemming. Já, svona meira svona, þú veist, svona lærra niður, skilur og svona eitthvað, menn svona. Já. Aðeins svona eitthvað. En getum við verið með tölvurnar okkar? Aðeins meira vesan, kannski. Já. Ég er svo háður tölvunum minn, maður alltaf flett einhver upp og eitthvað. Já, alltaf með Pornhub líka. Alltaf multitaska. Já, alltaf þegar ég er með eitthvað segment, þá er þetta bara strax. Já, það er góða punktur. Þá var ég að hugsa kannski eitthvað svona ringborð bara. Já. Eitthvað aðeins snyrtilega. Já, en það er kannski alveg hægt að hafa svona meiri svona sófastóla einhverja og, þú veist. Já. Bara eins lengi við getum haft tölvun til að fletta upp topology og svona. Já. Það er mjög oft sem maður þarf að gera það. Já, alltaf. Fylgjast með streyminu og eitthvað. Við segjum hæ og kveðjum þennan eina viewer sem dætt hérna inn. Og er farinn. Í morgun, já, hann kom og fór. Gaman að þessu. Það er á góð bardahelgi að baki. En það er ekki góð bardahelgi í framöndan. Nei, bara Úsík. Já. Úsík er að berjast við Ríkó Verhoeven, já. Og það er á einu Coolbetsi að stöðullin á Úsík er 1,01. Ég hef aldrei séð mikið midsmats á stöðullum, sko. Nei. Þú getur fengið 1% aukningu á betið þitt, sko. Það er auðvöld. Ef þú átt hús, svo getur þú fengið 1,1. Já. Ef þú fengið 1%. Þú með að selja húsið þitt og alla skarkruppi konuna og setja allt á Úsík. Já. Og ef ég tapa, þá veitum við hvað gerist. Það er ljótt að djóka mynda samt. Það er ljótt að djóka. Herru, gefið það ekki UFC næstu helgi, maður rétt, að þá er kannski bara upplagt að kíkja á PFL.
Já, PFL næsta helgi. Já, það er PFL, en ekki UFC næsta helgi. Já. Er þetta moment sem að svona, heyrðu, núna horfum við bara á PFL? Sko, ég ætla kannski bara að horfa á Usyk, sko. Það verður líka örgulega fínum tíma að þetta í Egyptalandi. Já, Egyptaland og Íslandi. Ekkert svo ósöpaða tími, sko. Aha, Já. ok. Já, ok. Þú veist, það er kannski nokkru klukkutímar, sko. Já, Þú veist, jú. 2-3 bara eitthvað, sko. Já, kíkjum á það. Já. Þó að segja, þú veist, langt söður, þá er þetta ekki það mikið langt, austur. Fattar þau? Þannig að tímabeltin, þú veist, er ekkert eitthvað það mismunandi, sko. Já, það er ekkert svo langt í Afríku. Nei, nákvæmlega. Mjög austarlega í Afríku samt, sko. Það er eins og austarlega. Aha. Já. Já, ég veit ekki. Þetta er ekki hvað er klukkan í Egyptalandi þátturinn. Þetta er ekki podcastið klukkan í Egyptalandi. En tjekka það á þessu. En síðustu helgi fengum við MVP, Most Valuable Promotions, undir handleiðslu Jake Pauls. Hélt sitt fyrsta MMA kvöld. Ég horfði á svona 4-5 barða. Ég horfði ekki á þetta live. En svo var náttúrulega UFC Apex Card. Artur Laðinu móti Milki Kosta. Einmitt. En ég ætla að skjóta þetta er 3 klukkutíma munur og okkur og hérna. Það er næstu bara eins og Þýskaland eða eitthvað, skilur. Já, nei, býtu. Ég skrifa orð Gaza, ég ætla að skrifa Gísa. Já. Við erum 3 tíma eftir Gaza-skrif. Ok, það er gasalega algeng mistök. Já, það er samt bara 3 árs. Já. Ok, Gaza er ekkert mikið austar heldur en Gísa. Nei. Það er gísalega skemmtilega stemning. Staðnum sig. Já, þetta Netflix-kart, ég horfði á þetta bara í gær. Byrjaði að horfa á Dos Santos móti Robert Spain og ég finnst mér leiðilegt að horfa á gamla Dos Santos rútaðan hana. Já. Ég fekk alveg illt í hjarta þegar hann sló hann niður, sko. Já, ég er sammála. Já. Og það komið ykkur fréttir ég er ekki með þetta hjá mér. Dos Santos fekk langt æfingar og keppnisbann. Já. Eftir að vera rútað svona illa. Já. En mér varst það svolítið vera, sko, þetta Netflix-kart, það var bara einhvern veginn, þú veist, þetta var bara svona einstefnukartið. Já, það var bara svona að passa að, þú veist, gæðinni sinni vinni, fattur þau? Það var byggja upp Ngannou, það var byggja upp Robert Spain. Já, en þú veist, það er hvað, 4 eða 5 bardagar sem endaði í fyrstu lótu. Já. Þú veist, erum við 5 bardaga á, hvað var þetta, 10, 11, 12 bardagar, skilur á kartinu. Ef við erum með 5 þeirra sem enda í fyrstu lótu, þá hlýtur þú að vera með bara einstefnu mismatch kart. Já, einmitt. Þú veist, Mike Perry með Nate Diaz var mismatch. Francis Ngannou með Philippe Lins var mismatch. Frakkin Saladin Parnis á móti Kenny Cross var líka mismatch. En þú veist, það var hlæð, þú veist, það var samt svona project, það var svona prospect kart. Robert Spain með Junior Dos Santos er ekki bardagi, skilur. Þetta er bara gamall kall að láta að berja sig, skilur. En ég meina, þú veist, hann er bara gamall Jim Miller samt, þannig að þú veist, aldrei svo afstæður. Já. En maður sá hvað hann var gamall. En hann er gamall. Sko. Þú veist, Dos Santos er ekki bara eitthvað svona aldur og afstæður gamall, skilur. Hann er bara gamall, skilur. Þetta er bara bumbukall. Gaman að sjá maður hefur alltaf gaman að því að sjá róttök og svona. Já, nema þegar það er Junior Dos Santos. Já, sko. Mér fannst það bara ljótt að sjá, sko. Ég fekk alveg illt í hjarta. Já. Og ég hata núna Robert Spain. Þetta sé kannski ekkert honum að kenna, en þú veist, ég var bara, núna langar mig bara að sjá einhvern róta hann, sko. Já. Hver frótjekkaði þau Robert Spain? Valdo Cortés Costa. Valdo Cortés Costa? Já. Þú veist, já, og svo tapaði hann fyrir Austin Lane og svo var hann droppaður. Já. Þú veist, hann var bara með, þú veist, hann náði bara einum vinn í UFC móti Josh Parisian sem hann bara búinn á 18 sekundum, sko. Og svo bara 2 unanimous decision töp, hann á móti alvöru fæturum. Já, það er ekki rétt. Ef við renna aðeins yfir svona þessa 3 highlight bardaga í MVP Promotions. Ef ég ætla að tjekka, það eru komna tölur hvað sem hefur horfðu. Ég var að tjekka á því, það var ekkert opinbert þegar ég var að tjekka á því. Allan ChatGPT fann það ekki fyrir mig. Það málið. Viewer
numbers. Þetta hlýtur að hafa verið stærsta kvöld bara allra tíma bara út af Netflix, fattur hversu margir bara ætlaði að fara að horfa á Gilmore Girls og bara, hei, hvað er þetta? Ég alltaf að lendi í hérna, ok, nei, ég finn eða ekki sko official tölur neinstaðar ég ætla að býja þetta komið en ok, Ronda Rousey kláraði Gina Carano á 17 sekundum ég myndi heldur ekki endast meira 17 sekundum með Gina Carano nei cancelled ég tók undir þú alltaf snemma ég bara wait, what? En mér fannst Gina Carano alltaf bara eitthvað svona happy eftir þetta þeim var alveg drútt ég veit það þetta var bankar á já það er það sem þetta er það er bara, það er kláruð bara það og það er vistu báðar þetta búið að það er að þú komist upp með bankar á já, einmitt þetta er bara, það var það sem þetta var það er bara ég hef verið til að sjá Gina Carano púla bara hérna Jorge Masvidal bara búm bara opna það með flying knee af því það hefði fucking virkað sko já. það hefði virkað já. því að hún bara skaut beint í takedownið já, það er rétt pældi hvað hefði verið cool og svo bara svona super necessary shot svona rakkir við sjá for Netflix MVP card ég held sko að Ronda Rousey hafi fengið 2,2 milljónir það ekki fyrir það var einhver að segja það sko það er í samningum hennar hún mátti ekki gefa það upp sko já. En ég sá einmitt þessar tölur það var eitthvað yfir 2 milljónir Ronda Rousey was reportedly the highest paid fighter on the card earning 2.2 million for return to the case Carano meanwhile earned $1.5 nei, það er ekki $1 million þannig að hún var á tímakaupi á þak herri, en ok, þannig að ég er ekkert hissa að þær hafa verið mjög ánægðar með lífið eftir þetta, af því að þetta var 17 sekundna bankarán þar sem að Ronda Rousey sleppir með $2,2 million og Carano er með $1,05 million þannig að það var bara in and out tjú já, nákvæmlega, armbar, ég trúst ekki en það var einhver að kalla því að þetta hefði kannski verið hérna að þeim hefði bara verið svo mikið samanskild, það hefði ekki verið fight en þetta var svona klassísk Ronda Rousey fight sko þú veist ef fyrir maður að segja við sko ef svona prime Ronda Rousey sko Ronda Rousey kláraði Beth Correa á 34 sekundum í fyrsta lótu kláraði Kat Zingano á 14 sekundum kláraði Alexis Davis á 16 sekundum og þú veist, og svona er það bara, þú veist, eins og bara fyrstu bardagarnirna Ronda Rousey er bara armbar, fyrsta lóta, armbar, fyrsta lóta, armbar, fyrsta lóta, armbar, fyrsta lóta, armbar í fyrsta lótu, armbar í fyrsta lótu, armbar í fyrsta lótu, armbar í þriðju lótu, knee to the body, punches í fyrsta lótu. Þetta er bara, svona er bara fyrir þennar. Já, 13 bardagar, 10 armbar. Já. 13 sigrar, segi ég. 13 sigrar, 10 armbar. Já, þetta er bara... Já. Þetta er bara fætinn sem hún er þetta var svona vintage Ronda Rousey í rauninni sko. Það er mitt Gina Carano átti nú vissulega vonu því að gera aðeins meira heldur en þetta í barðanum en það var nú alveg ljóst samt fyrir sko. Mér fannst svona á öllu þessu promotionarefni eins og þær voru bara eitthvað svona báðar orðnar mömmur bara svona eitthvað og hvað þetta er gaman og þú veist ef að Ronda Rousey hefur tekin í eitthvað neck crank eitthvað guillotine og að hafi fengið svona ok, á mér að vera illt í hálsunum í hálft ár eða ætti ég bara að tapa hefði allan daginn tapað þannig að en hún held ég hefði ekki áhuga á öðrum bardaga fyrir promotionið nei, hún ætlar að fara að eignast börn já það er bara að smera, nei, ég bara fann að eignast börn ég er farin ef að ég fengi $2 milljónir hverja 17 sekundur sem ég vinn þá myndi ég vinna meira heldur en bara 17 sekundur þú veist, fyrir hverja 17 sekundur að vinnu sem ég vinn fengi ég $2 milljónir þá myndi ég gera þetta nokkuð sem ég viðbúð sko. já, ég myndi að gera það líka ég held þú varum að segja, þá myndi ég fara á eignast börn nei, ég tengi við þetta nei, 100% ég já, bara make sense Marja, er það tjekka hans hvernig kvöldið á steiminu okkur London, það var ég að mynda að bóka þessa ferð já,
Við erum bara góð með honum. Við þökkum Viewer 2 fyrir komuna. Gott að sjá þig. Sjáum kannski eftir seinna í dag. Þetta er morgundáttur í 5. lótan. Hún er svona að taka við sér. Já, er einhver að fylgjast með það? Þetta er svona 1 og 1. Já, ekki. Þetta er svona 1 og 1. Eru það að skilja þetta kommenta það? Nei. Allir eru þreyttir fyrir það. Já, það er engin klukkan 20 mínútur 8 á þriðjudegi, sko. En mér finnst þetta líka að vera svona spurningum, sko, hvað er framtíðin hjá MVP Promotions? Ætlar að gera þetta aftur, eða... Já, 100%, sko. Já. Það er ekki bara Ngannou, þú veist. Jones var að tala hana í, þú veist, hann var hana, John Jones, og í sjálfur útsendingunni, þá var hann bara eitthvað, já, nú þarf ég bara að koma út úr UFC-samningum mínum, og þú veist, þannig að ég hugsa þeim langi að setja saman Francis Ngannou og John Jones hana. Það er því stærsti bardagi sem væri hægt að setja saman bara í heiminum og live á Netflix, það myndi sprengja allar viewing tölur allar tíma, sko. Þannig að, þú veist, það er alltaf svona mest spennandi sem að er í spilunum núna, sko. En þú veist, allan bara, þú veist, Francis Ngannou, hann er þarna. Þú veist, annars er ekkert mikið skemmtilegt á það. Já, en hann er samt örugglega ekki ákveðum exclusive samning, sko. Nei. Þetta exclusive model sem að UFC er með svolítið að menn eru svolítið þreyttir á þessu, sko. En ok, var það mest petty move allra tíma? Það sem við varum að tala að að Dana White kemur þegar Francis Ngannou er að labba út í barðunum sínu fyrir MVP Promotions, þá kemur Dana White, er ekki live á Instagram og tilkynir Conor McGregor á móti Max Holloway og allt 328 kartið. Var það petty move eða var það baller move? Bæði bara, þú veist, bara aðeins að
Já.